Hæ, Ari hérna og ég í símanum og þegiði og ég ætla aðeins að tala vegakerfi hér á höfuðborgarsvæðinu. Þegiði hérna. Jæja Dagur, hvað segirðu gott? Vil ég gjöra svo vel? Ég átti svo slæman dag. Haldi helvetis kjafti. Djöfullinn sjálfur. Lít ég vel út. Heyrðu, ég átti nú helviti bara leiðinlegan dag í dag. Bara ég beið og beið eftir vini mínum. Ég var í umferðinni. Og beið. Vandamáli það sko, að höfuðborgarmálið, það vandamálið. Ég bara að finna það. Það númer 1, 2 og 3 og það sko sem við þurfum, hlustaðu Dagur, að við þurfum að tala þetta núna. Og 4 og 5, það að þetta helvitisum það þarf að búa til brú frá Reykjanes og yfir í Reykjavík og búa til hringrás. Já, hring sko. Við erum ekki að tala hérna, oh my god. Hann er edrú, hann hringur. Og þannig að við skulum ekki tala illa hann Dagur. Ef þú ætlar að fá einhverja kosningu Dagur sem ég held sko að þú eigir eftir að falla, en whatever, ég held að þú verður ekkert kosin aftur. Þetta eru AA-fundir, hvar björninn, hvar hvíti björninn og allt þetta. Var ekki verið að drepa eitthvað þvottabörn núna daginn. Ég bara, hann kom frá Bandaríkjunum á þínum leiðum, þínum vegum. Og þess vegna erum við að tala vegakerfið. Og ég tala við ykkur líka beint, og þá ég sé símanum og tala við Dag, borgarstjóra, að þá þýðir ekki að ég sé bara í símanum. Því að nú ætla ég að fá topp svör. Dagur, hvað finnst þér að þurfi að gera í þessum helvitis vegamálum? Heyrðu, ég tala við þig seinna, ég nenni ekki að tala við þig. Vertu blessaður. Já, takk fyrir. Hæ, já, ég var að tala við hann Dag, borgarstjóra, og ekki kjósa hann. Hann er ágætismaður, góður læknir. Ekki kjósa hann. Hann er ekki borgarstjóri. Hann er að eyðileggja æðarnar. Pælið í þessu. Ef þetta væri, í alvörunni, pælið í þessu. Ef þetta væri, svona líkaminn ykkar, borgarlínan. Oh my god, þetta er æðakerfi ykkar. Þetta er að stíplast. Það koma flöskustútar þarna og þarna og þarna og þarna. Ég er búinn að fá hérna í tanna þar ekki, sko. Ég er farin að fá, þvagsýrugigt í fuckings tanna. OMG, bara oh my god. Ég er svo ungur að halva væri nóg, en vegakerfið er alveg stíplað, þrælstíplað, og ég er svo hissaði að enginn sé búinn að fá kransæðastíplu eða fuckings svona þvagsýrugigt. Já, ég fór í fíluferð í dag. Út af þessum hér, litla blessaða greið.
þetta dúlla mín. Hann þurfti að fara til læknis. En það var ekki hægt. Því að það forfallaðist og hann fær sína bestu lækningu annars staðar þá. Og yfir í annað sko. Vegakerfið er handónýtt. Við þurfum að hugsa fram í tíman. Við þurfum að fara að hugsa svolítið svona, fara svolítið fjórðamúrinn og hugsa fram. Eins og Tampa, þeir eru með mjög góð brú sem gæti vel verið bara tengt hérna við Hringrás, hérna við bara Reykjanesið og jafnvel bara alveg upp hérna vestur. Út af því að maður á að eiga val hvort að maður vilji keyra í gegnum borg eða framhjá borg. En það er bara ekkert val hér á þessar eyju. Þannig að þú þarft að keyra í gegnum Hafnarfjörð og gegnum þetta og þetta og vera í 2-3 tíma bara og keyra 20 eða þú veist, þetta er ræðilegt. Já, þetta er ræðilegt, ég veit það. Ég var svo ég var bara alveg búin á því sko áðan sko. Ég fer aldrei aftur. Ég er svo pirraður út í hann dag að hálfa væri nú. Þetta var sko slæmi dagur og hræðilegur dagur og bara ömurlegur dagur, rigningadagur. Þetta var ekki góður hundadagur. Það er bara fíluferð og ég meina fuck. Það kemur nýr dagur. Þannig að á morgun kemur nýr dagur og þá bara hugsaði jákvæmt. En ég vil að við förum að hugsa meira þetta vegakerfi og hvað ætla þessir menn að fara að gera og hjálpa okkur Íslendingum sem eigum að kjósa. Ok, ég hef enga kosningarétt til að kjósa í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu eða neitt. En það væri mjög gott að þið myndu hugsa svolítið hérna í hausnum og hafa svolítið áhrif á það, ekki láta plata ykkur. Verið bara þið sjálf og mig hjartanu og kjósa. Viljiði verið í umferðarstíflu, keyra frá miðbæ og til Garðabæ og í klukkutíma. Nei, það vill það enginn. Þú veist, Garðabær, það er eiginlega miðbæri minn í dag. Og því ég fer bara í Garðabæ og búið. Ég fer ekkert í bæinn. Ég þarf ekkert að fara í bæinn. Þú veist, ég bý náttúrulega í Sandgerði, en ég þarf ekkert að fara í bæinn. Ég fer bara, þú veist, fer bara með hundinn minn til læknis. Ég sjálfur, ég fer í Mjóddina til Tansa. Ég fer til Lansa. Ég átti þar svolítið svona leiðastund daginn. Já, svo náttúrulega fer ég með litlu börnin mín sem eru hér og ég nenni ekki að ræða það í kringu þau svo þau heyri ekki. Út af því að við vitum það að börnin okkar, þau hlusta á það sem foreldrarnir segja. Og ég tala aldrei ljótt í kringum hundana mína. Það er bara málið. Af því að það er mín ábyrgð að upplýsa ykkur og vera ábyrgur að vera með börn á heimili og tala þannig að maður geti skilað frá sér. Og það er ekki nóg með það. Þetta vegakerfi. Ég bara fór að hugsa, ok, nú Kópavogur búin að vanta landsvæði. Og það er votlendi þarna sem er friðað. Hvar ætla þær að byggja?
hvað ætlar að kaupa lóð og þetta. Áður en fólk fyrir að byggja og framkvæma án þess að hugsa eins og sveppir að hvolfi og gera allt vitlaust og eyðileggja allt í kringum sig, þá þarf fólk að hugsa alveg fram yfir tíman og hugsa þannig að þú sért ekki að eyðileggja eitt eða neitt. Við þurfum að hugsa þannig að vegakerfið, þú veist, við þurfum á bíl. Ég ætla ekki að fara að hjóla, sko. Ég ekki hjólamaður, Ég ætla ekki að fara að hlaupa eða ganga eða eitthvað bull. Ég ætla bara að fá að vera bara á mínum fucking bíl og fá að vera bara mín hrein sál hér inni. Ég ætla til dæmis ekki, mér finnst vanta bílastæði í miðbæinn og mér finnst, þú veist, ég búin að ferða svo mikið að mér finnst að það eigi að byggja 6 hæða bílastæðahús bara út, bara við sjáum, þú veist, bara gera bara landfyllingu og bara 6 hæða, þannig að það ekkert vera tróðan einu. Þannig að fólk getur farið bara á sínar, þú veist, 17. júní, menninganótt og gay pride og allt þetta, þú veist, bara allt, þú veist. Dagur, þinn tími búinn, því miður. Þannig að mér hlakka til að sjá þig á spítalanum, út af því að þú ert miklu betri þar heldur en þarna sem þú ert, út af því að rörsýnn maður með nál og hníf getur ekki verið borgarstjóri. Hann á að vera upp á borgarspítala og hana nóg. En það er þetta sem ég langaði að tala og ég held að ég sé búin að koma þessu svona rétt frá mér þannig að allir skilji hvað ég er að tala Ég elska ykkur og mun sakna ykkar og já, þetta var dapurlegur dagur og bara ömurlegur dagur, fór í fíluferð til Reykjavíkur, ætlaði að fara með minn elskulega hund til læknis, en það forfallaðist, en við mættum alveg á réttum tíma, þannig að það er alltaf lagi, slefaði ég bara, já, og svo þannig að, svo ætlaði ég að skipta dekk, og taka nagladekkin af, eða þú veist, skipta dekk, þú veist, úr vetra yfir í sumar, þannig að það var alltaf mikið betra, ég gat þetta ekki, ég fekk bara nóg, ég bara, oh my god, ég er bara farin og bless og bye, farin heim og hvað gott að komast heim og bara gott að komast í kúri og ég óska ykkur öllum bara gleðilegt sumar og subscribe og likeið ef ykkur líkar við vídeóið og endilega deila þessu út allt eins langt og þið viljið, ef þið viljið fá hann dag úr borgarstjórn, ég vil fá hann lengst þangað eða þangað, þú veist, annarkvort upp á borgarspítala eða landsspítala eða whatever, hvar þessi spítali verið byggður, þú veist, ég bara, já, ég elski ykkur og ég elski ykkur meira en það að ég ætla að vera alveg bara, þú veist, bara sorry að ég sé ekki alveg með dagsetningarnar réttar, en ég ætla og verð alltaf með ykkur og elska ykkur ógeðslega mikið, þar þeir sem láta mig gera blogg. Ég væri ekki án ykkar.